One? Yeah. Okay, it's working.
Gleðilegan kvöldadag allir, gaman að sjá ykkur í dag. Ég ætla að byrja með bæn og það getur bara að fara að syngja. Kæri Faðir, ég bið innilega að við getum verið hér í dag. Ég bið að þú blessir þeir sem eru hér. Takk fyrir veður Guð og ég bið að þú getur hjálpa okkur að bæta trú okkar í þig og getur styrkt og verið betri persónur á hverjum degi. Í Jesú nafni, amen. Við ætlum að byrja með að syngja vers númer 3 fyrir fögur jörð á. Ætlum við að syngja vers númer 263 á Herrans helga degi. Og ritningarvers sem ræðumaður hefur valið í dag Fyrsta Mósebók, kafli 15, vers 5-6. Þá leiddi hann Abraham út fyrir og mælti, líttu til himins og teldu stjörnurnar ef þú getur, og hann sagði, svo margar munu niðjar þínar vera,
og Abraham trúði Drottni og hann reiknaði honum það til réttlætis. Við skulum byrja. Við skulum byrja. Kæri Faðir, við viljum þakka þér fyrir þessa nýju viku. Ég bið innilega fyrir heila anda að leiða okkur í öllu sem við gerum, fyrir fyllta hjarta okkar af friði og leiða okkur til sannleika í þínu nafni, í Jesú nafni. Amen. Og svo næstarlega syngja Jesús elskar stór og smá. Næstarlega syngja vers 68. Guð þinn elska. Og næst ætla að taka gjafir. Guð, við þakkum þér fyrir nærveru þína í líf okkar. Blása þessa gjafir svo að þeir megi verið notuð til þess að efla ríkið þitt og vesa af nafn þitt. Amen. Takk fyrir. Og nú barnasálminn Jesús elskar stór og smá.
Ariana ætlar að vera með barnasann í dag. Góð daginn. Gleðilega kvíðadag. Hver krakkar? Okay. I'm glad that you're here. Ég glöð að sjá ykkur hér. Today, I'll tell a little story, Í dag ætla ég að segja stutta sögu and Gustavo will also tell the story for the big kids. og Gustavo ætlar að segja söguna líka fyrir stóru krakkana. Do you remember this man? Munið þið eftir þessum manni? Huh? Hvað hét hann? Who is that man? Hver er þetta? Noah, that Nói. we talked about last week, right? Töluðum hann í síðustu viku, munið. But today, I'm gonna call him Abraham. En í dag ætla ég að kalla þennan mann Abraham. Okay? Can you help me with this story? Getið þið hjálpað mér með þessa sögu? Because í dag, þú kennarinn mín nummer. You're gonna help me count the numbers today. Já, þið ætlaði að hjálpa mér að telja í dag. Okay? So, this man used to live in a very distant land. Þessi maður átti heima í landi lengst í burtu. Very far. Langt í burtu. And one day, God asked him, Abraham, I want you to go out. Og einn dag bað Guðan að fara út úr, You're gonna pack your stuff and út you're og gonna travel. pakka allu niður og fara í ferðalag. You're gonna go for a very distant land. Þú ert að fara til land sem langt í burtu. So you're gonna take your wife, all the people that live with you. Þannig að taktu með þér konuna þína og allt fólki sem býr með þér. So Abraham obeyed God and he went on a journey. Og Abraham hlýddi Guði og fór í ferðalag. Can you imagine going to a place where you don't know where is it? Ímyndið ykkur að fara á stað sem við vitum ekkert And he walked and walked and walked and walked Hann gekk og gekk og gekk. and walked and walked and walked and walked Hann gekk og gekk og gekk. until one day God says to him, Þannig að einn Abraham. daginn sagði Guð við hann. I'm gonna make you a very big family. Ég ætla að gera út frá þér stóra fjölskyldu. Do you think Abraham had kids? Haldið þið að Abraham hafi átt börn? How many kids did Abraham had? Hvað átti Abraham mörg börn? No kids. Hann átti engin How börn. could God make him a very big nation? Hvernig gæti Guð gert á stóra þjóð út frá honum? He didn't know, but he believed God. Hann vissi ekki hvernig en hann trúði Guði. And every time Abraham stopped in one place, Og alltaf þegar Abraham stoppaði, what is that? hvað er þetta? Steinar. How many rocks do we have here? Hvað eru við með marga steina þarna? 8, 1, 2, 3 og 4 5 6 7 8 og 9 10. So he grabbed a lot of rocks. And what did he do with the rocks? og sjáu hvað marga steina hann tók með sér. Hvað var hann að fara að gera með steinana? He built an altar. Hann byggði altari. And in this altar that Abraham built, Og á þessu altari sem hann byggði, what did he do? hvað var hann að gera á altarinu? He used to put an animal as a sacrifice. Hann setti þannig dýr sem fórn. So every place that Abraham stopped, he built an altar. Alltaf þegar Abraham stöðvaði
stöðvist hann þá byggði hann altari. Because this was a sign of a contract in that time. Á þessum tíma var þetta merki sáttmála. So with all the rocks that Abraham built an altar to God, Með öllum þessum steinum sem Abraham notaði til að byggja altari, it was something that he remembered and also other people that Sure. God was there. það var eitthvað sem að myndi hann á og aðra að Guð var þarna. And Abraham kept traveling from one distant land to another, Svo ferðaðist hann frá einu landi yfir til annars, like I did. I came from a distant land to this land. alveg sem þegar ég var að ferðast hingað til Íslands. But I know where I was going. Abraham did not. En ég vissi hvert ég var að fara en Abraham vissi það ekki. But God promised Abraham one thing. En Guð lofaði Abraham einu. Do you know this book? Kannist þið við þessa bók? Yeah. What is this book? Hvað er þessi bók? Yeah. Hvað heitir hún? The Bible. Þetta er Biblía. So the Bible verse that I was going to read to you today Biblíuversi sem ég ætla að lesa fyrir ykkur í dag is in 1. Mosebok 28, 17. 1. Mósebók 22:17. Yeah. And it says Og þar that stendur, God will bless you Guð mun blessa þig a lot. mjög mikið. And if you look to the sky and count the stars, they will be as numbered as it is on the sand of the earth. Og þið þið lítið upp til stjarnana, þá munu þið vera jafnmargar stjörnunar og sandurinn. And God would make Abraham's family really big. Og Guð myndi gera fjölskyldu Abrahams mjög stóra. And you know what God did? Vitið hvað Guð gerði? God gave Abraham one son. Guð gaf Abraham eitt son. What is the name of Abraham's son? Vitið hvað hann heitir? Isaac. Byrjar á E-I og hann hétt Ísak. Isaac. And through the descendants of Abraham, all the earth was filled. Og í gegnum Abrahams sæði þá fylltist jörðin af fólki. So today I'm going to give you this gift Í dag ætla ég að gefa ykkur svona gjöf so you can count all of the stars svo þið getið talið alla stjörnunnar and fulfill the Bible verse, those who know how to write, og skrifað inn biblíuversi þið sem kunnið að skrifa and coloring as Gustavo is going to preach. og þið getið litað á meðan að Gustavo er að predika. So you always remember that God keeps his promise. Muniði að Guð, hann heldur alltaf lofur sín. Can you help me give to the other kids? Getið þið hjálpa mér að gefa hinum börnunum svona? And today I have in Icelandic, Ég er in með, English, Á- and Spanish. ég er með bæði á íslensku, ensku og spænsku. Okay? So you can color Þið and show to getið your family. litað, sýnt fjölskyldunni. Það er einn stúlka þarna aftast sem vill fá á spænsku. Okay, so now we're gonna pay attention to the big kids story. Takk fyrir þetta, Mariana. Og nú ætlar Gustavo að predika fyrir okkur. Já. Happy Sabbath, everyone. Gleðilega hvíldadag öll sem vil. Gleðileg fjórðadag. Happy Sabbath. Feliz sábado. You know the drill, right? So, finally a sunny Sabbath, right? Loksins sólin kom inn á I was kvöldi. missing the sun this week. Ég var búin að sakna hennar þessa vikuna. I don't know about you, but this morning I woke up Núna í morgun vaknaði ég and me and Mariana, while we were studying the Bible together, og þegar við vorum að rannsaka biblíuna saman,
We studied in our balcony, soaking up in the sun. Og við þá vorum við út á svölum alveg að taka sólina inn. Remembering the sun in Brazil. Og við myndum sólarinnar í Brasilíu. Not quite hot as Brazil, but even so, right? Ekki eins heit við Brasilíu, en svo næstu því. So, I'm really happy that you showed up this morning. Ég svo glaður að sjá ykkur hérna í dag. For those who don't know me, my name is Gustavo. Þið sem þekkja mig ekki, ég heiti Gustavo. I'm the pastor of this church. Ég prestur þessara kirkju. And in this time of the year, there's a lot of people traveling abroad. Og núna á þessara stundur margir í ferðalögum. But also we have a lot of visitors coming and visit our church. En svo eru líka margir sem koma í heimsókn. So if you are visiting our church for the first time, you are most welcome with us here. Og ef þið eru að heimsókn okkur hérna í fyrsta skipti, þá eru þið hjartanlega velkomin. And for those who are watching through our live stream on YouTube, you are most welcome as well. Og þið sem eru að horfa á okkur á netinu, þið eru líka velkomin. So we are studying this past, 4 months, the theme of the Lord of the Rings. En nú undanfarna mánuði höfum við verið að fara í gegnum þema Hringadrottins sögu. We're studying the God's covenants throughout the scripture. Við erum að rannsaka sáttmála Guðs í gegnum ritninguna. And we started everything, and we are still trying to understand Jeremiah 31:31. Og við byrjuðum síðast og við erum enn að reyna að skilja Jeremía 31. kapla, 31. vers. And why Jeremiah 31:31 is so important? Af hverju þetta vers svona mikilvægt? I already told you. Who can Ég say var it to búin me? að segja ykkur það, munið þið eftir hvað ég sagði. Oh, come on. This is the only time in the entire Old Testament. Oh, I know. The New Covenant? Yeah, you can say it. It's mentioned there, the New Covenant. Okay. So the term New Covenant, A+ to you, Vigdis. The term New Covenant is the only time that appears in the entire Old Testament. Þarna eina skipti sem að minnst á nýja sáttmálan í öllu gamla testamentinu. And this is the passage. Og hérna þetta vers. The days are surely coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Sjá, þeir dagar munu koma, segir drottin, að ég mun gera nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. In last episode, most known as last Sabbath, Síðasta hvíldardag, we saw the story of the covenant with Noah. þá sáum við söguna sáttmálan og Nóa. And we saw that a covenant with Noah meant preservation of life. Og þarna sáum við sáttmálinn merkti það að lífi hans var, hans líf var verndað. Because God could destroy everyone, like wiped out the entire earth. Guð, hann hefði alveg getað drepið alla, hefði getað þurrkað alla út af jörðinni. But he didn't. En hann gerði það ekki. He preserved the family in the ark. Hann verndaði fjölskyldu í örkinni. But, as En I said last week as well, eins og ég sagði í síðustu viku, we are gradually building up the foundations for us to understand the whole covenant in the Bible. við erum að byggja upp undirstöðu til þess að skilja vel sáttmálan í Biblíunni. And today is the last episode of this huge building block down here. Og í dag erum við á síðasta ferli þessar undirstöðu þarna. And again, last Sabbath, Og síðasta hvíldardag líka, we ended up with a tricky question. þá lauk þessu með svona snúinni spurningu. If humans cannot fix themselves, how will God restore his world? Ef að við mennirnir getum ekki lagað okkur sjálf, hvernig mun Guð hendla þetta? Because do you remember, even after the flood, Muniði til dæmis eftir flóðið, of course, the humanity kept sinning. þá heldur samt fólk áfram að syndga. And the answer begins with a famous man. En svarið það hefst með mjög frægum manni. A man whose name has 188 references in Quran. Það sem að minnst á hann 188 skipti í Kóraninum. Only Muhammad has more mentions than this Og man. aðeins er minnst á Múhameð oftar en þannan mann. A man with no children, no land. Maður sem átti ekkert land og engi börn. A man from a family of idol worshippers.
maður sem kom frá fjölskyldu sem tilbað líkneski. A man that God chooses simply because grace always chooses first. Maður sem var valinn vegna þess að náðin velur alltaf fyrst. And his name, of course, is Og hvaða nafn hefur hann? Abraham. Abraham. So, before we start to say about Abraham himself, Þannig áður en við förum að tala Abraham sjálfan, let's start to build the world in which Abraham was living it. við skulum aðeins byggja upp heiminn sem að Abraham býr í. In Genesis chapter 11, Við förum í fyrstu Mósebók 11. kaplan. tells us a story, a really well-known story about the Tower of Babel. Það mjög vel sögð saga Babelturn. But before that, in Genesis 10, En áður en það nefnt, þá getum við farið í 10. kaplan í fyrstu Mósebók. tells us that Babel's or Babylon's founder was Nimrod. Já, sá sem hóf þetta allt saman með Babelturnin, það var sjálfur Nimrod. And you can find this passage in Genesis 10, verses 8 to 10, if you want to. I won't read that right now. Og þið getið kíkt á þetta í 10. kapla 8. versi og áfram, ég ætla ekki að lesa það núna. And this guy, Nimrod, Og þessi maður, Nimrod, he not only found Babel or Babylon, hann var ekki aðeins sá sem að var upphafsmaður Babelturnsins og Babylon, but he founded another well-known city called Nineveh heldur stofnaði líka mjög fræga borg sem að hét Nínive. that we will see, for example, in the story of Jonas. Og við getum heyrt þá sögu í sögunum Jónas. And the name Nimrod Og nafni Nimrod means we will rebel. þýðir við munum gera uppreist. And the Bible describes him as a mighty hunter before the Lord. In Genesis 10, verse 9. Og Biblían lýsir honum sem að hann var mikill veiðimaður fyrir drottni. But what he means, Hvað þýðir það? before the Lord, Hvað þýðir það fyrir drottni? this expression in Hebrew Þegar að þetta er sagt á hebresku, literally means against the Lord. þýðir gegn drottni. So he was a man, a mighty warrior, a hero, Þannig að þetta var maður sem var mikill hermaður og mikill hetja. the founder of Babylon and Nineveh. Sá sem að stofnaði bæði Babylon og Nínive. His name means we will rebel, Nafnið hans merkir við munum gera and uppreist. he is described as a man who was against the Lord. Og honum var lýst eins og manni sem var gegn Guði. And then we come to Genesis chapter 11. Og svo fyrir við fyrstu Tower of Babel. Mósebók 11. kapla, hvað var þar turnin, Babelturnin. In verse 4, we read the following. Og við lesum í 4. versinum. Then they said, "Come, let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens, and let us make a name for ourselves. Otherwise we shall be scattered abroad upon the face of the whole earth." Og þeir sögðu, gott og vel, við skulum byggja oss borg og turn sem náu til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvístrumst ekki alla jörðina. So, they're trying to build a tower that reaches into two heavens, Þeir eru að reyna að byggja turn sem á að ná til himins and that will make them famous. og það mun gera þá fræga. But how was the main reason for someone became famous in the ancient world? Og hvernig var maður frægur í hennu forna heimi? Through war, Í gegnum stríð, violence, conquest. í gegnum ofbeldi og að sigra aðra. And the same word to describe here that they use in Genesis 11 to make our names for ourselves to become famous Og hérna orðið sem notað þetta að gera oss minnismerki is the same word used to describe the giants, the Nephilims, before the flood. sama orðið og var notað yfir risana, naftalínana fyrir flóðið. They were described in Genesis 6 as famous warriors of the past. Og þar var mitt verið að lýsa þeim sem frægum stríðsmönnum hefði forna. And they started to build the Tower of Babel. Og þarna byrjuðu þeir að byggja Babelturnin. And this kind of tower Og þessi turn is known as ziggurats.
þekktur fyrir að vera sígúrat. There are plenty of these towers in the ancient Mesopotamia world. Það mjög mikið þessa turna í Mesopótamíu And those towers were built with two main purposes. og Stay with me. þeir voru byggðir með tvennum tilgangi. The first purpose Fyrsti tilgangur is defense. til að verjast. So it's up high here, they have the whole vision of the entire area and they can see the enemies coming. Þannig gáttu þeir séð óvinni sína koma því þeir höfðu mjög góða yfirsýn yfir allt. And the second purpose of to build like a tower like this Og annar tilgangur til að byggja svona turn var is attack. til að ráðast á. They could position archers here on the top to strike the enemies down. Og þarna gáttu þeir sett bógamenn upp á turnin og þeir gáttu skotið á fólk sem var að koma. So look what is being described here in Genesis 11. Hverju er að lýsa hérna í 11. kafla 1. Mósebókar? Building a tower Það er að byggja turn to reach into the heavens, til að ná upp til himins, to make them famous, til að gera það fræga and keep them from being scattered all over the earth. og halda þeim frá því að tvístrast ekki alla jörðina. They are basically declaring war and rebelling against God. Þeir eru í rauninni með stríðsyfirlýsingu gegn Guði og með uppreisn. And of course, we all know that the name Babel Og við vitum að nafnið Babel sounds like a word in Hebrew that means confusion. hljómar eins og hebreska orðið ruglingur, But also is a name that was in the Akkadian Babylon tongue, en einnig nafn sem notað í gömlu úreltu tungumáli Babyloniumanna, and came from the word Babelim, kom frá orðinu Babelim, which means sem að merkir gate of the gods or gate of heavens. himna hliðið. Himna Okay. hliðið. So try to imagine this. Look the audacity of these guys. Sjáu hversu hrókafullir eru. Of course, they were building a tower mainly because they were, as Ellen White says, they were afraid of another flood. Já, Ellen White nefnir það að þeir voru hræddir við að kæmi annað flóð. But at the same time, they are actually rebelling against God and against heaven. En á sama tíma þá eru þeir með uppreist gegn Guði og gegn himninum. And we know the story. God confused their language Við vitum það hvernig Guð ruglaði tungumálum þeirra. and they stopped their construction. Þeir hurðu að hætta að byggja And with this, the God intervention, two things happened. og vegna þess að Guð steig inn í þetta þá gerðist tvennt. First thing happened, that happened. Það fyrsta sem gerðist var They are scattered on the earth. þeim var tvístrað þaðan út alla jörðina. Because if you don't remember, in Genesis 9, verse 1, right after Noah leaves the ark, Munið þegar rétt á henni að Nói yfirgefur örkina þá kemur fram í 1. Mósebók 9. kafla. the first commandment of God was, be fruitful, multiply, and fill the earth. Guð hafði sagt þeim, fjölgið ykkur og farið alla jörðina. And they were rebelling against that very idea of being scattered of the earth. They want to be reunited in just one place. Og þarna voru þeir á móti því og þeir vildu vera allir á sama stað. And the second thing that God made through confusing them in their tongue Og annað sem hann var að gera Guð þegar hann var að rugla tungumálinu, was another act of God's mercy to humanity. þarna var Guð aftur að sýna mannkyninu náð. But why? Af hverju? Because the logic is it's not a matter that God was feeling threatened by them. Það var ekki að því að Guð fyndi einhverja ógnun frá þeim. It was more a measure of containment, you know. Það var meira svona til þess að halda aftur af þeim. When the humanity, who were still utterly inclined to do evil, Þegar mennirnir höfðu svona sterka tilhneigingu til að gera það sem illt var, concentrated themselves with the unlimited power og voru þarna samansafnaðir með takmarkað vald, and all the self-exaltation, en þó með allt þetta sjálfsálit og That- upphefð. that tends to become catastrophic for the humanity itself. Það myndi vera bara
hræðilegur endir á því fyrir mannkynið sjálft. Eventually, they will destroy themselves again. Og að endingu myndu þeir eyða sjálfum sér upp aftur. And remember, the covenant is preservation of life. Muniði að sáttmálinn þýðir það að vernda lífið. So when Abraham appears in Genesis 12, Þannig að þegar Abraham kemur fram á sjónarsviðið í 12. kaplanum, we must remember this. þá þurfum við að muna eitt. He comes from that world. Hann kemur frá þessum heimi. He lived less than 200 kilometers from the ancient Babylon city. Hann bjó 200 kilometra frá einmitt gömlu Babylon. Only 200 kilometers. 200 kilometra frá. Less than here from Akureyri. Það styttra eins og héðan og til Akureyrar. So today we're going to see the covenant with Abraham. Þannig að nú ætlum við að kíkja á sáttmálan við Abraham. So Abraham lived, again, less than 200 kilometers from the ancient city of Babylon. Þannig að hann bjó minna en 200 kilometra frá Babylon. And Joshua 24 verse 2 says that Abraham's family worshipped other gods. Og í Jósua 24. kapla öðru versi kemur fram að fjölskyldarnas Abrahams hafi tilbeðið aðra guði. But the fact that he lived in a totally idolater environment Og þó svo hann hafi búið í svona umhverfi þar sem verið að tilbyða líkneski, is no excuse for him to be idolatry as well. það var engin afsökun fyrir hann að vera að tilbyðja líkneski. According to Ellen White, in Patriarchs and Prophets, chapter 11, Samkvæmt Ellen White í Ættför og spámenn, 11. kapla, she writes that idolatry invited him on every side, but in vain. þar stendur að þessi tilbeiðsla á líkneskjun var verið að bjóða upp á allstaðar en það hafði engan árangur. And faithful among the faithless, uncorrupted by prevailing apostasy, he, Abraham, steadfastly adhered to the worship of the one true God. Á meðan hann var meðal þeirra trúlausu og hann hélt áfram þrátt fyrir mikið guðleysi, þá var hann staðfastur að halda áfram að tilbiðja hinn sanna Guð. And how many times that I heard back in Brazil, Og hversu oft heyrði ég þetta í Brasilíu? people afraid of living in the middle of the world, you know, Fólk sem var hrætt við að lifa í heiminum, afraid of its influence. hrætt við að verða fyrir áhrifum. But the Abraham story En sagan hans Abrahams says that it's completely possible to live and be a light in the middle of the shadows. það sýnir að það hægt að vera ljós í myrkrinu meðal hinna sem í myrkri. So we have the calling, the my- famous text of Genesis 12 verse 1. Open your Bibles. Skulum opna Biblíuna í 12. kapla 1. versi 1. Mósebókar. So Abraham was living in the Ur, Og þarna kemur kallið og With- Abraham bjó í borginni Úr í kaldu, at his father's house. heima hjá föðu sínum. Remember, idol worshippers, Muniði þeir tilbáðu líkneski, close to Babel or Babylon's site. mjög nálægt Babylóníu. People that rebelled against God. Fólk sem var í uppreist gegn Guði And God says to him, og Guð segir við hann. the Lord had said to Abram, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Drottinn sagði við Abraham, far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns til landsins sem ég mun vísa þér á. So God begins with a command. Þannig hefur drottinn þetta ferli með boði. Go, leave, walk away. Far þú burt. But the meaning of this go is even deeper. En það mun dýpri merkingu fyrir þessu þegar hann segir far þú. In Hebrew, the phrase of go is lech leha. Hebrerskorðið leha þýðir miklu meira en það bara að fara. And lech leha has two possible meanings. Leha hefur tvöfaldamerkingu. It's go by yourself or go to yourself. Og það merkir farðu sjálfur, bara farðu einn sjálfur eða farðu til sjálfsþíns. And this is really, really beautiful. Og þetta fallegt. Because the only way
to find out who we are Því að eina leiðin til að finna út úr því hver við erum is by living, feeling, að lifa, and above all, responding to God's calling to our lives. what did you say, living, feeling. Living, feeling, and above all, responding to God's calling to our lives. Living, feeling. Living and feeling and Já, fara og upplifa Guð á okkar eigin hátt. And in this process of go, Og- lech leha, Og í þessu ferli, leiklega, towards God and towards ourselves, til Guðs og til okkar sjálfra, we discover our purpose. þá upplifum við okkar tilgang. It's basically God saying to us, go, and in the journey, you discover who you are. Þetta eins og Guð að segja, farðu og þú á þessu ferðalegi myndu uppgötva hver þú ert. Is the journey makes the walker. Ferðin gerir ferðalangin. And then God asked Abraham to surrender everything that once defined him. Og Guð biður hann að yfirgefa allt sem hafði áður skilgreint hann. So he's called to a land that he does not know. Hann kallaður til land sem hann veit ekki neitt He promised descendants, but his wife can't have children. Hann lofaði hann börnum en konan hans gat ekki átt börn. And God promised him to be a blessing, but where? Who? How? Og hann lofaði hann að hann yrði blessun en fyrir hvern og hvernig. God is not giving Abraham a comfortable future, not at all. Guð ekki að gefa hann neitt sérstaka framtíð. God is calling Abraham into vulnerability, trust, and uncertainty. Guð að bjóða honum upp á að vera viðkvæmur og fara út í óvissuna. And then God gives this promise. Og svo gefur hann honum þetta loforð. I will make your name great. Ég mun gera nafn þitt stórt. And let's compare the difference between Babel and God. Og við skulum bera saman þetta tvennt, Babylon og Guð. While Babel tried to force greatness, Þarna var Babel að reyna að þvinga fram það að vera mikið. it's God who will make the name of Abraham famous. En það Guð sem að mun gera nafn Abrahams mikið. While Babel sought to make their names great for the sake of themselves, Og meðan að fólki í Babel var að gera nafn sitt mikið frammi fyrir sjálfum sér, God makes Abraham's name great for the sake of God's glory. Guð gerir nafn Abrahams mikið fyrir nafn drottins. God, the call that God makes to Abraham, it's not Abraham, be blessed. Kallið sem Guð gefur Abraham ekki Abraham komdu, vertu blessaður. No, the call is Abraham, be a blessing. Hann segir Abraham, vert þú blessun. The same way that God calls us today. Alveg eins og Guð kallar okkur í dag. He calls us to be blessings to others too. Hann kallar okkur til að vera blessun fyrir aðra líka. When you see the fruits of the Spirit in Galatians 5, Þegar við lesum í Galata-bréfinu 5 ávexti andans, it's for the blessing of those around us and not for ourselves. það fyrir til þess að geta blessa aðra í kringum okkur, ekki fyrir okkur sjálf. Remember, a tree never produces fruits for its own benefit. Munið að tré aldrei að bera ávöxt fyrir sjálft sig. And then Abraham goes. Og svo fer Abraham að stað. And in Hebrews 11 verse 8 Og svo says that Abraham obeyed without knowing where he was going. Og þarna í Hebrabréfinu 11. kapla og 8. versi, þar segir Abraham, fyrir trú hlyti Abraham hann var kallaður, hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. And when certainty, remember this, when certainty is impossible, Þegar það ekki hægt að hafa eitthvað að vissu, our obedience gradually becomes faith. að þá verður hlýðni okkar að trú. But Abraham is far from a hero without flaws. En Abraham langt frá því að vera gallalaus, þrátt fyrir að vera hetjan okkar. From Genesis 12 to Genesis 17, we see a man fighting for control all the time. Og þarna sjáum við í kapla 12 til 18 í fyrsta Mósebók að þarna maður sem alltaf að reyna að taka völdin í sínar eigin hendur. Abraham is a believer, yes.
Já, hann trúir, but he keeps his promise, the promised land. Það er Stay in búið- the promised land. það er búið að lofa honum fyrirhættanlandinu And when the famine appears, what he does, og svo þegar kemur hungursneið, hvað gerir hann þá? he goes to Egypt. Þá fer hann til Egyptalands. And there he lies about his wife being his sister. Og þar lígur hann það að konan hans sé systir hans. God promised him many descendants through Sarai, his wife. Og Guð var búinn að lofa honum marga afkomendur í gegnum Sarai konunans. And what Abraham does, Og hvað gerir Abraham? has a son with Hagar, Eignast his son servant. Hagar, þjónustustúlkunni. God promises to him, but he laughs in disbelief that he will have a son. Hann tekur við lofornum en hann hlær í bara vantrú. So Abraham is a believer. Yes, he's a believer. Já, Abraham hann trúir. But a believer who struggles. En þetta maður sem samt að berist í bökkum. A believer who has fears. As we Þetta do. trúið maður sem hefur þó ótta. Who tries to solve God's promises with his own hands and at his own terms. Sem reynir að leysa vanda mál Guðs með sínum eigin aðferðum. Sounds familiar? Hljómar þetta eitthvað kunnulega? Most of us left our Babylons, Flest okkar höfum skilið við Babylon, but we carry small Babylons of control with us. en við erum oft með Babylon þar sem við viljum vera að stjórna. And then Genesis 15. Og svo komum við að 15. kapla 1. Mósebókar. Years pass. Þannig Years hafa and years. mörg ár liðið, Nothing happens. Nothing. ekkert að gerast. No land, no child, no visible blessing. Ekkert land, ekkert barn, engin blessun að því virtist. And then God appears again and make again a promise to Abraham in Genesis 15, verse 5. Og þá byrtist Guð Abraham aftur og gefur honum loforðið í versi 5. It's written like this. Then the Lord took Abram outside and said to him, look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have. Og hann leiddi hann út og mælti, lít þú upp til himins og tel þú stjörnurnar ef þú getur talið þær. Og hann sagði við hann, svo margir skulu niðjar þínir verða. And Abraham finally cries out like, Lord, how can I know that you keep your promise? Og Abraham segir, hvernig get ég vita að þú munt halda loforð þitt? Look, he is still struggling to trust God. Hann að sjáu að hann að berist í bökkum við að treysta Guði. And God mercifully Og í miskunn sinni þá kemur Guð used a language, a ritual og notar tungumál og eitthvað sem svona, ég veit ekki hvernig að segja ritual, bara ritual. that was used back then to seal a deal that we study in the first sermon. Þá gerir hann eitthvað sem var notað í þá daga til þess að búa til samning eða sáttmála. Do you remember when kings made agreements with each other? Þegar konungar gerðu sáttmála á milli hvers annars, They arranged a lot of animals, splitted the animals in half, þá komið með fullt af dýrum og skiptu þeim í 2 hópa and both of them passed through the path between the animals. og þá gengu þeir báðir á milli dýrana á þessum gangvegi þar. That was the day that the people sealed the deal back then. Þannig var skrifað undir sáttmála í þá dag. And God makes the same with Abraham. Og Guð gerir það sama við Abraham. Open our Bibles in Genesis 15, verses 9 and 10 first, and then verses 17 and 18. Skulum fara í 1. Mósebók 15, 9-10 og svo 18 og áfram. Yeah. First, verses 9 and 10 says like this. The Lord told him, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. Og hann mælti við hann, fær mér 3 vetra kvígu, 3 vetra geit, 3 vetran hrút, turtildúfu og ungadúfu. So Abram presented all of these to him and killed them. Then he cut each animal down the middle and laid the halves side by side. He did not, however, cut the birds in half. Og hann færði honum öll þessi dýr og hlutaði þau sundur í miðju og lagði hvert hlutin gegn öðrum. Now verse 17 and 18. Förum í 17. og 18. versið.
So after the sun went down and darkness fell, Abram saw a smoking firepot and a flaming torch passed between the halves of the carcasses. En sólin var runnin og myrkt var orðið, kom reykur sem úr ofni og eldslogi leið fram á milli þessara fórnarstykkja. So the Lord made a covenant with Abram that day and said, I have given this land to your descendants all the way from the border of Egypt to the great Euphrates River. Á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abram og mælti: Þínu afkvæmi gef ég þetta land, frá Egyptalands ánni til árinnar miklu, árinnar Efrat. So again, animals are cut in half. Þannig sem sagt dýr skorinni í tvennt. A path is formed between the pieces. Og það búið til vegur á milli. In the ancient world, this ceremony meant what? Og þetta í hinu forna heimi merkti hvað? If I break the covenant, my body will be split like these animals. Að ef að ég brýt þennan sáttmála þá mun líkami minn vera skorinn svona í tvennt eins og þessum dýrum. And both parties were expected to walk the path. Og báðir, það var ætlast til að báðum að ganga hana á milli þessara dýra. But because covenant means equal responsibility. Vegna þess að sáttmáli merkir að báðir hafa jafna ábyrgð. But here in Genesis 15, En í fyrsta Mósebók 15. kapla kemur fram only God passes through the pieces. að það bara Guð sem gengur þarna á milli þessara hlutaða dýra. A smoking fire pot, a blazing torch floating. Það kom sem reykur úr ofni og eldslogi. God himself passing through. Guð fór þarna milli. Abram does not walk, Abraham labbaði ekki, does not promise anything. hann lofaði engu. Abram does not swear anything to God. Og Abraham heitir Guð ekki neinu. God alone takes the oath. Guð svo eini sem að gerir eiðinn. And God alone bears the consequences. Og Guð einn sá sem mun bera afleiðingarnar. God alone guarantees the promise. Guð einn sem að lofar að hann muni standa við sitt. It is a divine declaration. Og þarna þetta guðleg yfirlýsing. If this covenant fails, it will be my blood, not yours. Ef að þessi sáttmáli klikkar þá það mitt blóð, ekki ykkar. It's echoing something in the future, right? Og þarna þetta bergmál til framtíðarinnar. And then, Og svo in verses 13 to 16, förum við í vers 13 til 16. God says that the promise of the land and the descendants Og það Guð segir að þetta lofar til niðjana will take 400 years. mun taka 400 ár. Look what God is saying to Abraham. Hvað Guð að segja hérna við Abraham? God promised Abraham things that he will never see in his life. Guð að lofa Abrahami hluti sem að hann mun aldrei sjá í sínu eigin lífi. The land, the descendants, a great nation, will have to wait for 400 years. Landið, þessar stóra þjóð, niðjarnir, það mun ekki eiga sér stað fyrir eftir 400 ár. And why? Af hverju? It's because God is weak. Það af því að Guð ekki nógu sterkur? It's because God is slow. Það af því að Guð hægur? No, because God says Nei, það af því að Guð segir that the sin of the Amorites is not yet complete. Segir að syndir Amoríta ekki alveg búið að fullnast. This is God's mercy toward the wicked again. Þarna Guð aftur náður við þá sem eru grimmir. A time of grace for the nations. En þá var náð fyrir þjóðirnar. Time for repentance. Tími til að iðrast. And we saw last week Og við sáum í síðustu viku that God delays the promise að Guð hann tefur þetta loforð for the sake of those who do not know him yet. fyrir hönd þeirra sem þekktu hann ekki ennþá. And centuries later, Og mörgum öldum síðar, instead of the sin of the Amorites completed, og í staði fyrir að synd Amorítina við fullnast, the sins of Judah reached its peak. að þá komu syndir Júda alveg í hæstu hæðir. And what happened when they kept breaking the God's covenant over and over and over again? Hvað gerðist þegar þeir voru að brjóta sáttmálan aftur og aftur og aftur? What was the punishment for the people of Judah?
Hver var refsingin fyrir Júdamenn? Destruction of Jerusalem Eyðing Jerúsalem and the return to og fara aftur til Babylon, Babylon, but now as slaves. núna sem þrælar. To the same region that God called Abraham centuries out Á later. sama svæði og Guð hafi kallað Abraham frá á sínum tíma. Covenant is serious. Nú þetta með sáttmálan er alvarlegt. Covenant is a matter of life and death. Það snýst líf og dauða. But remember that in the Abrahamic covenant, En muniði þessu sáttmála hans Abrahams, only God walked the path. þar var aðeins Guð sem gekk á milli. So, in the book of Revelation, Ef við förum í Åpenbarabókina, chapter 18, verse 4, 8. kapla og 4. vers, you can see a pattern here throughout the Bible. hérna sjáu þið vist munstur sem það getur séð gegnum alla biblíuna. Abraham was called out of the region near Babylon. Abraham var kallaður frá svæði rétt hjá Babylon. Israel was later called out of Babylon after 70 years of captivity. Ísraels menn voru líka kallaðir út frá Babylon eftir 70 ára útlegð. And the church today is called out of the spiritual Babylon as well. Og kirkjan er núna kölluð út úr hinnu andlega Babylon. Yes, there are people of God in Babylon still. Já, það ennþá fólk Guðs í Babylon. In Revelation 18, verse 4 says, Then I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk. Come out of Babylon means Það að koma út úr Babylon merkir, abandoning control of your life, yfirgefið það að vera að stjórna ykkar eigin lífi. abandoning your self-sufficiency, Yfirgefið það að vera alltaf sjálfum ykkur nóg. abandoning the desire to make your own name, Yfirgefið þessa hugmynd að upphefja nafn ykkar. and abandoning the fantasy that we know better than God. Og yfirgefið þessa ímyndun ykkar að við vitum eitthvað betur en Guð. Babylon says, I decide, I control, I define my future. Babylon segir, ég stjórna, ég tek ákvörðun, ég ákveð hver framtíð mín er. But God says to you this morning, En Guð segir við ykkur í dag, leave Babylon and walk with me. komið út í Babylon og gangið með mér. Let me guide you, let me bless you. Leiðu mér að leiða þig, leiðu mér að blessa þig. So the heart of the Abrahamic covenant Þannig að í rauninni kjarni hins þessum sáttmála sem Abraham fekk, is basically 6 points. það eru 6 atriði í honum. First, God calls ordinary people out of broken places. Númer 1, Guð kallar venjulegt fólk frá brotnum umhverfi. If you feel unworthy, if you're feeling guilty, Ef þið finnst þú vera þér finnst þú ekki verðskulda, eða finnst þú vera segur eða seg. remember that Abraham was called from a pagan family in a pagan land. Munið að Abraham var kallaður frá heiðinu fjölskyldu í heiðinu landi. Number 2, God asks for surrender, not certainty. Númer 2, Guð biður bara ykkur að sleppa tökunum. Hann er ekki að bjóða upp á einhverja fullvissu. He asks you today, go, leave, trust me. Hann biður okkur að fara af stað og treysta sér. Number 3, God chooses to bless the world through the vulnerable. Og Guð, númer 3, þá velur Guð að blessa þennan heim í gegnum þá sem eru ekki með mikinn mátt eða eru viðkvæm. Number 4, God binds himself to his own promise. Og númer 4, þá bindur Guð sjálfan sig við þessi loforð. Remember that only God walks between the pieces. Many He's of- taking all responsibility. Munið að Guð gengur þarna bara einn á milli þessara sundur hlutu dýra. Hann er sá eini sem tekur ábyrgðina. Number 5, God delays his promise because mercy extends. Númer 5, að þá hann tefur loforðin vegna þess að hann hefur svo mikla miskun. By the time of Abraham, the Amorites still had time. Á tímum Abrahams þá voru Amorítarnir ennþá með tíma. People in Babylon still have time today to get out. Og fólk í Babylon hefði can you repeat that? People in Babylon today still Yeah. have time. Fólk í Babylon hefur ennþá tíma í dag til að koma þaðan út. And now we come to the 6th
and last, the heart of the Abrahamic covenant item. Og svo komum við að 7. og síðasta atriðinu í sáttmálanum við Abraham. Since the beginning of our series, Frá því við byrjuðum þessa serju, we saw the covenant's a bond. þá sáum við að sáttmálinn er tengsl We saw the covenant is responsibility over the earth and the creation. og sáttmálinn líka, við erum ábyrg fyrir umhverfum okkar og jörðin okkar. We saw the covenant is vulnerability. Við sáum að við erum viðkvæm í þessum sáttmála. We saw last week the covenant is preservation of life. Við sáum líka að sáttmálinn vernd lífs. And today we find out that the covenant is surrender control. Og nú í dag sjáum við að sáttmálinn snýst líka það að sleppa tökunum. Remember, the Abrahamic covenant is not a story about a man finding God. Og þetta ekki saga mann sem að finna Guð. It's a story of God finding a man and asking to trust him. Þetta sagan Guð sem finnur mann og biður hann að treysta sér. Look, pay attention to this picture. Takk aðeins eftir þessari mynd. God sends Abraham to leave his land Guð biður Abraham að yfirgefa landið, without a destination, landið sitt án þess að vita hvert hann var að fara. promising a nation in a land that he doesn't possess yet, Lofar honum þjóð í landi sem hann á ekki einu sinni, out of a son he doesn't have yet, frá syni sem hann á ekki ennþá, from a wife who can't have children yet. með konu sem að gat ekki átt börn. All that Abraham could see was impossibilities. Allt sem Abraham sá voru bara ómögulegheit. But during his journey, En á ferðalagi sínu, during his Lech Lecha, gegnum þetta að Lech Lecha, Abraham walks, stumbles, lifts up, and learns. og þar gengur Abraham, hann fellur, hann stendur upp og lærir. He learns to trust more and more in God each day. Og hann lærir að treysta Guði á hverjum degi meir og meir. And during the walking, he learns more about himself as well. Og meðan hann gengur, þá hann að læra sjálfa sig. And through all of that, Og gegnum allt þetta, God was guiding, leading, and preparing Abraham Guð var að leiða og undirbúa Abraham for the greatest test of faith that he would face yet. fyrir sína stærstu prófraun, trúarprófraun, The sacrifice of his own son, það að fórna sínum eigin syni, the son of the promise, þessum lofaða syni lofarsins. the very son that God promised through him would be a great nation. Nákvæmlega sami sonur sem Guð hafði lofað yrði að stórri þjóð, Another impossibility. en annað sem ómögulegt. But at this point of the story, En á þessum tímapunkti í sögunni, Abraham had already learned a couple of things. að þá var Abraham búinn að læra nokkra hluti. Abraham had already learned to let go of control. Hann var búinn að læra að sleppa tökunum. He learned to let it go, to try solve things by his own. Hann lærði að vera ekki að reyna að leysa vandamálin bara á sín megin fórsetum. And mainly he learned to have faith in the impossibles of God. Og hann lærði að hafa trú á Guði og því sem hann geti gert. And how about you today, this morning? Og hvað með ykkur í dag? Are you having to face what kind of impossibles in your life? Hafið þið þurft að horfast í augu við ýmislegt ómögulegt í lífinu ykkar? Are you afraid of the unknown? Eru þið hrædd við hið ókomna? Are you afraid of moving forward? Eru þið hrædd við að fara áfram veginn? Are you afraid to trust God? Eru þið hrædd við að treysta Guði? Have you been fighting for the control of your life Hafið þið verið að berjast við að stýra lífin ykkar? when in reality you should hand it over to God? Þegar í rauninni þið ættuð að gefa það Guði? My invitation this morning is Og ég vil bjóða ykkur í dag do as Abraham did. að gera eins og Abraham gerði. Wait while walking Bíða á meðan þið gangið and walk while you're waiting. og ganga á meðan þið bíðið. Because to wait on God is to walk with God Því að það að bíða eftir Guði að ganga með Guði and leave Babylon. og yfirgefa Babylon. Let go of control Sleppiði tökunum and walk into unknown, og gangið inn í hið ókunna trusting that the God who walks the covenant path alone. og treysta á Guð sem að sér sáttmálan. In Jesus' name I pray. Í nafni Jesú Amen. Kristi bið, amen.
Takk fyrir Gustavo. Næst ætla að syngja vers nummer 365. Ég hef fullkomið frelsara. Gustavo kemur með blessunarorðin. Let us pray. Skulum biðja. Dear Heavenly Father, Kæri himneski faðir, I just want you to ask that you please make us more trusting in you. já, ég bið þig, viltu hjálpa okkur að treysta þér meira? Help us to let go of the control of our lives. Hjálpa okkur að sleppa tökunum og hætta að reyna að stjórna líf okkar. Help us to trust in you even though we don't see the end of this path. Hjálpa okkur að treysta þér þó svo við vitum ekki hvernig þessi vegur endar. I don't know, like the problems of everyone who's in this Sabbath morning here. Ég veit ekki hver vandamál hversu eins ykkar sem eru hér, But you know. en þið vitið. You know their hearts, Father. Þú þekkir hjörtu þessar fólks You hér. know their problems and their struggles. Þú veist hvað hver og einn að berjast við. You know that all of us are fighting for control. Og þú veist að við erum öll að reyna að stýra og stjórna. All of us are fighting to make in our own terms. Og við erum að berjast við að gera hlutina á okkar eigin vegum. But I want to ask this morning, En ég vil biðja þig í dag, change our hearts as you changed Abraham's heart. vilt þú breyta hjörtum okkar eins og þú breyti hjarta Abrahams? And may our lech lecha Og mætti okkar leiklega
Help us find ourselves and find you in the end of our journey. Hjálpa okkur að finna okkur sjálf á þessum farvegi. And with this, I end with the priestly blessing. Og ég vil enda þessa bæn með blessun Arons. May the Lord bless you and keep you. Drottinn blessi þig og varveiti þig. May the Lord smile on you and be gracious to you. Drottinn láti sína ásjón að lýsa yfir þig og sé þér náðugur. And may the Lord show you his favor and give you his peace. Amen. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.